Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 5. október er 16. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er hin sterka huggun, dauðinn og lífið. Í lexíunni skrifar Jesaja: Menn þínir sem dánir eru munu lifna, lík þeirra rísa upp. Þeir sem í moldinni búa munu vakna og fagna. Í pistlunum skrifar Páll: Ég bið þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum ykkar og þið verðið rótföst og grundvölluð í kærleika. Og í Guðspjallinu reisti Jesús ungan mann upp frá dauðum. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Lúkasarguðspjalli 7. kafla. Skömmu síðar bar svo við að Jesús hélt til borgar sem heitir Naín og lærisveinar hans fóru með honum og mikill mannfjöldi. Þegar hann nálgaðist borgarhliðið þá var verið að bera út látinn mann, einkason móður sinnar sem var ekkja. Og mikill fjöldi úr borginni var með henni. Og drottinn sá hana, kenndi hann í brjósti hana og sagði við hana: grát þú eigi. Og hann gekk að og snart líkbörurnar, en þeir sem báru námu staðar. Þá mælti hann: ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Hinn látnir settist þá upp og tók að mæla. Og Jesús gaf hann móður hans. En ótti greip alla og þeir vegsömuðu Guð og sögðu: spámaður mikill er risinn upp á meðal okkar og Guð hefur vitjað líðsins. Og þessi fregnum Jesú barst alla Júdeu og allt nágrennið. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er hin sterka huggun, dauðinn og lífið. Allar gjörðir Jesú og allur boðskapur hans er myndmál fyrir það sem koma skal. Og hér táknar upprisa unga mannsins í Guðspjallinu upprisu til eilífs lífs. Kraftaverki Jesú sýndu öll hvers Guð er megnugur. Guð getur reist okkur öll upp til eilífs lífs. Jesús kom til að boða ríki Guðs sem er ekki af þessum heimi. Spámaðurinn sagði í lexíunni að þeir sem væru dánir myndu rísa upp, vakna og fagna. Þetta er spádómur eða boðskapur fyrir framtíðina, því Jesús sagði að bústaðir okkar væru ekki tilbúnir. En þegar ég hef búið ykkur stað, sagði hann, kem ég aftur og tek ykkur til mín, til þess að þið séu einnig þar sem að ég er. Eins og Faðirinn vakti Krist frá dauðum með dýrðarmætti sínum, eins eigum við að lifa nýju lífi. Og hér er hið nýja líf í tvennum skilningi. Því að eftir að við tökum á móti Kristi, lifum við ekki aðeins nýju lífi hér á jörð, heldur munum við eignast nýtt líf eftir dauðan í ríki hans. Þetta er boðskapurinn sem kristnir menn hugga sig við, loforð Guðs, að þeirra sem trúa á son Guðs bíði staður í ríki hans. En við þurfum að bíða eftir þessari endurkomu sem Jesús sagði sjálfur frá í beinum orðum, án nokkurs myndmáls. Hann sagði: mannssonurinn kemur eins og elding sem lyftrar og lýsir frá einu skauti himins til annars. Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og á jörðu angist þjóða, ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Menn munu falla í öngvit af ótta og kvíða yfir því sem koma mun yfir heimsbyggðina, því að kraftar himnanna munu riðlast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi,
með mætti og mikilli dýrð. Þetta er hamfara texti. En hvað gerist þangað til þetta verður? Hvað verður hina dánu? Við vitum að okkar jarðnesku líkamar grotna og eyðileggjast, en sálin, hvað verður allar sálirnar? Þegar Lasarus dó talaði Jesús dauðan sem svefn. Hann sagði við lærisveinana, Lasarus vinur okkar sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans, Drottinn ef hann sofnaður, batnar honum. Þeir héldu að Jesús ætti við venjulegan svefn, en þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Lögmáli sem að við lifum við að þegar líkami verður líflaus, hann sagður dáinn. En vegna loforðs Guðs eilíft líf, þá sefur sálin. Og í upprisunni sem Jesús boðaði, þá fáum við nýja líkama fyrir sálina. Enginn þarf því að hafa áhyggjur af því að líkami ástvinar sem hafi ekki fundist eða verið grafin í óvíðri mold fái ekki líkama. Jarðneskir líkamar verða ekki notaðir í ríki Guðs og okkur hafa verið gefnar vísbendingar hvernig líkama við munum fá. Þegar Jesús hitti Móse og Elía á Olíufjallinu urðu klæði hans og ásjóna, hvít og skínandi, en Elía og Móse birtust í dýrð. Sá líkami sem við fáum mun hvorki eldast né hrörna og í Filippíbréfinu hann kallaður dýrðar líkami og ríki Guðs kallað föðurland okkar á himni. Okkur sagt að þaðan, það frá himni, væntum við frelsarans, drottins Jesú Krist. Jesaja spámaður sagði mitt í lexíunni, menn þínir, það menn Guðs, sem dánir munu lifna, lík þeirra rísa upp, þeir sem í moldinni búa munu vakna og fagna. Af lýsingum Jesú að dæma verður ekkert eftir af því sem við þekkjum sem okkar heimkynni. Það verða hamfarir í öllum himingeimnum því Guð ætlar að gera alla hluti nýja nema sálina. Sálin fær nýjan líkama í upprisunni. Í Guðspjallinu reisti Jesús ungan mann upp frá dauðum. Jesús fann til samúðar með móður hans sem var ekkja. Grát þú eigi, sagði hann og snerti líkbörurnar. Orð Jesús sýna valdið sem hann hefur, hann reisti unga mannin upp. Í þessari frásögn ekkert minnst á að trú einhvers hafi skipt máli. Enginn baði Jesú hjálp, heldur var það eingöngu vegna samúðar sem Jesús reisti unga mannin upp. Hann fann til með móður hans. Samúðin samofin kærleikanum og samúð að finna í hjartanu fyrir sorg annara. Það eina sem öruggt í þessu lífi að við munum einhvern tíma deyja og dauðinn veldur sorg. Dauðinn aðskilnaður ástvina, en fyrir þá sem trúa á eilíft líf þessi aðskilnaður aðeins tímabundinn. Í neyð og sorg hrópar hjartað hæst, en vonin veitir ró. Jesaja sá fyrir upprisu hinna dánu, að þeir myndu lifna aftur við. Hann gaf fólki von, sömu von og Jesús hann sagði ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Við vonumst til að hitta ættingja og vini og eiga með þeim áhyggjulaust líf
í eilífðinni, en áhyggjurnar eiga til að læðast aftan að okkur. Það er okkar jarneska líf sem vill flækja hlutina fyrir okkur og fylla okkur af efasemdum. Þó Jesús hafi sagt að við séum undir náð fyrir trú, þá efumst við að við séum þess verðug. Því enginn er syndlaus, enginn er fullkominn og enginn á náð Guðs skilið. Við getum ekki breytt því sem er liðið, en við getum tekið nýja stefnu í dag, tekið sinnaskiptum í lífsháttum. Það skiptir mestu máli. Páll skrifaði þessi gullnu orð: Ég gleymi því sem að baki er, en seilist eftir því sem framundan er, og keppi þannig að markinu til verðlaunanna á himnum, sem Guð hefur í Kristi kallað okkur til. Já, markmið okkar er að vera betri í dag en í gær, fyrir okkur sjálf, svo okkur gangi betur að vera sátt við Guð, okkur sjálf og aðra menn. Pistillinn er úr bréfi Páls til safnaðarins í Efesus. Páll er í fangelsi en biður söfnuðinn að láta eigi hugfallast. Hann biður þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum þeirra, rótfesta þá og grundvalla í kærleika. Bréfið endurspeglar þá sterku huggun í hjarta Páls að kraftur Guðs megni að gera langt fram yfir það allt sem að við biðjum eða skynjum. Rétt eins og gerðist í Guðspjallinu, þá er hinn sterka huggun okkar að samúð Guðs sé með okkur og kærleiki hans til okkar yfirskeggi allt annað. Páll beygði hné sín, það er sál sína. Hann fylltist lotningu fyrir hennu mikla Guði alheimsins, sem að gefur okkur nýtt líf, nýtt faðerni og þannig réttin til að kallast hans börn. Það er fyrirheitið sem veitir okkur hina sterku huggun, að fá lífið eftir dauðan. Vers vikunnar hljóðar svo: Kristur Jesús afmáði dauðan, leiddi í ljós líf og óforgengileika með fagnaðarerindinu. Já, þema dagsins er hinn mikla huggun, lífið og dauðinn, þar að segja lífið eftir dauðan. Því fyrir trú er okkur lofa nýju lífi í ríki Guðs. Ég nefndi einnig að trúin á Krist gefi okkur nýtt líf og lífsviðhorf hér á jörð. Í þeim skilningi erum við endurfædd, byrjum nýtt líf líkt og ungi maðurinn sem Jesús reisti upp frá dauðum, og á þann hátt er ríki Guðs innra með okkur, eins og Jesús sagði. Trú okkar þarf að vera rótföst eins og trú Páls. Trúin þarf að vera hinn mikla huggun fyrir okkur í lífinu, og ég bið sömu bænar og Páll að Guð megi gefa okkur af ríkdómi dýrðar sinnar, að við styrkjumst fyrir anda hans, að krafti hið innra með okkur, til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum okkar og við verða rótföst og grundvölluð í kærleika Guðs. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.